Komið þið sæl, í dag ætlum við að skoða G3 símann frá LG sem kom í sölu í byrjun júlí. Síminn er algjört spekkaskrímsli og inniheldur eiginlega allt það nýjasta og flottasta þegar kemur í íhlutum. Síminn er með Snapdragon 801 örgjörfa og Adreno 330 skjákorti. Síminn kemur í tveimur útgáfum þegar kemur að vinnslu kemur inn í 3 GB útgáfan, kemur með 32 GB í geymsluplássi og kostar 120.000 á helstu sölustöðum. Ódýrari týpan á 110.000 er með 2 GB vinnsluminni og 16 GB í geymsluplássi. Það er eftir að meta fyrirfram hvort að hann þurfi 3 GB en meira minni er alltaf betra og sérstaklega til lengri tíma litið þegar síminn mun þá hljóðbúnaður og föstuður og ný stýrikerfi. En ég prófaði bæði 2 GB og 3 GB útgáfuna og fann engan mun í hraða. Síminn er algjörlega endurhannaður frá G2 sem kom í fyrra. Síminn kemur í 3 litum, gylltum, svörtum og hvítum. Ég prófaði gyllt útgáfuna og heilt yfir lítur hann mjög vel út. Þó mikil orðrómur um það að síminn yrði úr málmi eins og iPhone og HTC símannir. En því miður er þetta bara plastskel og þrátt fyrir tilraunir LG til þess að feika málmið með einhverju gervi rispari stál áferð þá fer það ekkert milli mála að þetta er plastskel. Hún lítur eins og það mjög vel út og fer vel í hendi og síminn lítur mínum að þetta mun betur út heldur en G2. Allur frágangur líka mun betri, síminn takkandir eru þægilega viðkomu og heilt yfir er mikil framför frá G2 bæði útliti og frágangi. Skjárinn fær líka uppfærslu úr 5,2 tómum í 5,5 og upplausnin einnig QHD sem er 1440 x 2760 sem er í rauninni allt og mikið og erfitt að sjá nokkurn mun á þeirri upplausn og Full HD. Skjárinn er hins vegar mjög góður, bjartur og skarpur. Myndavélin fær einnig uppfærslu, ekki í megapixlum þó, 13 megapixl eins og í G2. En fókuskerfið er nýtt LED fókuskerfi sem á að vera hraðast á markaðinum. Tekur 4K vídeó og einnig slow motion vídeó á 120 í 720p. Mjög fín myndavél og ekki síðri heldur en hjá flestum flaggskipunum en nær kannski ekki iPhone 5s og Lumia símanum. Það er erfitt að forðast samanburð við flaggskip Samsung Galaxy S5 og bæði þessi tvö kóresku fyrirtæki eru keppa á mörgum sviðum og mörg vildi keppast að koma með öflugri örgjörfa, meira vinnsluminni, öflugri skjái, betri myndavélar. Stundum finnst maður svolítið eins og þau séu í rauninni bara að tikka í boxin og það sást vel með fingrafærleysunum á Galaxy S5 sem virkaði í rauninni ekki. Að minnsta kosti ekki jafn vel og lesarinn á iPhone 5s. Þetta var svolítið svona bara við líka fítus. Sem ég finnst LG svolítið bakka úr þessum með G3 og er að gefa út meira fókus að tæki, draga þess aftur mikið af auka drastlunum sem að dregt í G2 hefur verið tekið í burtu. En niðurstaðan er svo að G3 er vel að frábær sími, sama hvað maður kemur á honum að aflið er nægt, myndavélin frábær, góð skjár, góð rafleiðandi þótt að hún sé kannski alveg af góð í G2. Og eina sem menn alltaf þurfa að hugsa út í eins og með alla síma á þessari stærð að þetta er ekki allra, þetta er stór sími, það fer illa í lóa, sérstaklega litla lóa. Þannig að ég mæli eindregið með að menn kíki í einhverja símaverslun og fikti í hann, prófa að halda á hann, prófa að nota hann með einni hendi og fyrir þá sem að sætta sig við stærðina eða jafnvel fíla hana og þá er G3 alltaf frábær sími. Og fyrir þá sem vilja bara Android þá er G3 að mínum mati besti valkosturinn í dag.